Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 13. ágúst er 10. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er gjafir náðarinnar. Í lexíunni lýsir Guð vonbrigðum sínum með Ísrael og segir að hann muni snúa baki við þeim. Í pistlinum skrifar Páll að Guð hafi ekki brugðist, en hann miskunni þeim sem hann vill. Og í Guðspjallinu ávítar Jesús þær borgir sem tóku ekki sinnaskiptum þrátt fyrir kraftaverkin sem hann gerði þar. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Já, þema í dag er gjafir náðarinnar. Í Sálmi 103 stendur: Náðugur og miskunnsamur er Drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Páll postuli skrifar að náðin veitist ekki vegna verka, því þá væri náðin ekki náð. Að vera náðaður merkir að vera gefin upp sök, að vera réttlættur. En fyrir trúna á Jesú erum við réttlætt fyrir Guði og sú réttlæting veitir okkur aðgang að náð Guðs. En náðartími Guðs er ekki endalaus. Það er greinilegt á lexíu dagsins að þolinmæði Guðs þraut varðandi Ísrael. Í lexíunni lýsir Guð umhyggju sinni fyrir henni útvöldu þjóð og hann notar myndmál víngarð. Sama myndmál og Jesús notar í Nýja testamentinu. Guð lýsir því hvernig hann stakk upp garðinn, tíndi út grjótið og gróðursetti gæða vínvið. Hann reisti turn í miðjum garðinum og vonaðist til þess að garðurinn bæri vínber, en hann bar einungis muðlinga. Þegar þolinmæði Guðs þraut, ákvað hann að snúa baki við víngarðinum, hætta að sniðla greinarnar og stinga upp garðinn. Hann sagðist ætla að rífa limgerðið og brjóta múrvegginn sem varði hann. Garðurinn færi í auðn, órækt og myndi ekki njóta regns. Og lexían endar á þessum orðum: því að víngarður Drottins er Ísraels hús og Júdamenn ekran sem hann ann. Hann vænti réttlætis en sá blóði útelt, vænti réttvísi en neyðaróp kváðu við. Síðasta tilraun Guðs til að snúa Ísrael til sín var að senda Jesús til jarðar. Og í Mattheusi segir Jesús dæmisögu sem fjallar vonda vínyrkja sem drepa son víngarðs eigandans. Sjáum við samlíkingu þarna. Þó Guð viti hvernig málin myndi enda, þá gafst hann ekki upp á þjóð sinni fyrr en allt var þrautreynt. Og í Guðspjallinu má lesa vissa þreytu í orðum Jesú vegna blindu og heyrnarleysis þjóðarinnar. En við skulum heyra heilagt Guðspjall sem úr Mattheusi 11. kafla og ég ætla að skipta textanum í tvennt. Það er Jesús sem talar. Hann segir: við hvað á ég að líkja þessari kynslóð? Líka hún börnum sem á torgum sitja og kallast á. Við legum fyrir ykkur á flautu og ekki vildu þið dansa. Við sungum ykkur sorgarljóð og ekki vildu þið syrgja. Jóhannes kom, át, hvorki né drakk og menn segja: hann hefur illan anda. Mannssonurinn kom, át og drakk og menn segja: hann er mathákur og vínsvelgur, vinur tollheimtumanna og ber syndugra. En spekin sannast af verkum sínum. Og hér ætla ég að stoppa í bili. Sá sem tekur við Jesú tekur leið við gjöf náðarinnar,
því að Jesús gjöfin og fyrir trú á hann erum við hólpin vegna náðar Guðs. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, sagði Jesús, en þurfti samt sem áður sífellt að berjast við vantrú gyðinga. Margar sögur eru af því að fólk úr öðrum samfélögum hafi verið viljugra að taka mót honum. Versin á undan textanum í dag segja okkur að Jóhannes skírari hafi verið komin í fangelsi og Jesús talar við mannfjöldan, hann segir fólkinu að Jóhannes hafi verið sendur á undan honum til að greiða veg hans, eins og ritningarnar spáðu fyrir Og Jesús endar á þessum orðum, hver sem eyru hefur hann heyri, eða með öðrum orðum, hann hvetur fólki til þess að íhuga spádómana, sannreina, leggja saman 2 og 2. Ef Jóhannes var að uppfylla spádóm úr Gamla testamentinu, ef hann var að greiða götu þess sem ætti að koma, þá var Jesús hinn væntanlegi Messías. En fólkið var enn vantrúað. Svo Jesús segir, við hvað á ég að líkja þessari kynslóð? Jú, kynslóðin hafði ritningarnar með spádómunum og þjóðin beið eftir Messíasi, frelsaranum. En það var ekki áfjáði að taka á mótunum og eina skýringin á því að fólkið hafði aðrar væntingar hvernig frelsari þeirra ætti að birtast. Þess vegna líkir Jesús þeim við pirrandi og óhlýðin börn á götutorgi. Hvers vegna var fólki svona tregt að taka á mótunum? Var það útlitið? Því að það aldrei minnst á að Jesús hafi haft fallega ásjónu. Nei, það frekar eins og menn hafi forðast að lýsa útliti hans. Við erum gjörn að dæma allt með augunum og því augljóst að hann hafði ekki sigursætt útlit stjörnu. Hann var ekki ríkur, hafði ekki hermanna með sér, aðeins fáa lærisveina og þeir ferðuðust fótgangandi. Jesús bar saman álit fólksins á sér og Jóhannesi skírara. Þeir voru andstæður en hvorugur lífsmátinn féll fólkinu. Sem segir okkur að það var ekki tilbúið fyrir frelsaran. Það var ekki tilbúið fyrir breytingar og þau litu ekki á sig sem syndara. Jesús var vinur tollheimtumanna og syndara sem var skörlægra sett fólk. En spekinn sannast af verkum sínum, sagði hann. Vantrúaður gætu rækt hann og hafna honum, en boðskapurinn og kraftaverkin myndu verða vitnisburðir í gegnum aldirnar. Og sönn voru orð Páls postula í fyrra Korintubréfi þegar hann skrifaði að hið lítilmótlega í heiminum, það sem heimurinn taldi einskis virði, það hafði Guð útvalið. Til þess að gera að engu það sem var í metum. Í spádómum fyrir fæðingu Jesú einmitt tekið fram að útlit Jesú myndi ekki glepja fólk til fylgis við hann. Messías yrði ekki glamúr stjarna, nei, hann yrði líkur manni sem menn byrgja augu sín fyrir. Verðmætamat okkar felst oft í fallegum byggingum, fatnaði og hlutum. Okkur eðlislægt að hrífast af fegurð, en Jesús hafði ekkert af þessu. Því misstu margir af tækifæri lífsins til að fylgja frelsara heimsins. Öll fegurð heimsins einskis virði ef þú átt ekki trúna á Jesú. Þessi kynslóð, sagði Jesús, og við getum velt því fyrir okkur hvort hann skyldi aðeins hafa beint orðum sínum til samtíðan manna sinna eða hvort þessi orð eigi alltaf við. Eru börn Guðs öll af sömu kynslóð og eru allir vantrúaðir af sömu kynslóð. En seinni hluti Guðspjallsins hljóðar svo. Þá tók Jesús að ávíta borgirnar þar sem hann hafði gert flest kraftaverk sín.
Hann ávítaði þær fyrir að hafa ekki tekið sinnaskiptum. Vei þér Kórasin, vei þér Betsaida, ef gerst hefðu í Týrus og Sídon kraftaverkin sem gerðust í ykkur, hefðu þær löngu iðrast í sekk og ösku. En ég segi ykkur, Týrus og Sídon mun bærilegra á dómsdegi en ykkur. Og þú, Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steypt verða. Ef gerst hefðu í Sódómu kraftaverkin sem gerðist í þér, þá stæðist hún enn í dag. En ég segi ykkur, landi Sódómu mun bærilegra á dómsdegi en þér. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þrátt fyrir að Jesús hafði gert flest kraftaverk í þessum borgum, þá var fólkið tregt til að trúa á hann og skipti þar mestu að leiðtogar gyðinga höfnuðu honum. Leiðtogarnir þekktu spádómana, þeir voru ráðsmenn Guðs og fólkið treysti þeirra dómgreind. Borgirnar Týrus og Sídon voru fordæmdar af Guði vegna ílsku og hjáguðadyrkunar. Og Sódómu var eitt, eins og sagt er frá í Gamla testamentinu. En fáar borgir voru jafn hyltar og Kapernaum. En þar settist Jesús að eftir að hann hafði verið flæmdur frá Nasaret. Það voru forréttindi borgarinnar að hýsa son Guðs og jafnaðist á við að Kapernaum væri hafin til himins. En sökum kraftaverkana sem Jesús gerði þar, var sekt íbúana fyrir að hafna honum meiri og dómurinn harður. Á dögum Jesú voru 4 borgir mest áberandi í Galileu. Það voru Kórasin, Betsaida, Kapernaum og Tíberías. Í Guðspjallinu mælti Jesús gegn 3 þeirra. Eyðilegging borganna Kórasin og Betsaida var síðan svo alger að nákvæm staðsetning þeirra er óþekkt í dag og staðsetning Kapernaum er á reiki. En Jesús mælti ekki gegn borginni Tíberías sem stendur enn. Þó Guð sé þolinmóður og gæskuríkur og fyrirgefur yfirsjónir, þá setur hann takmörk. Hann setur takmörk fyrir því hversu lengi hann stendur með opinn faðminn. Í pistlinum rekur Páll einmitt þetta frjálsa val sem við höfum. Hann skrifaði, það er ekki svo sem Guðs orð hafi brugðist. Ekki eru allir börn Abrahams þó þeir séu niðjar hans. Það er ekki komið undir vilja manns eða áreynslu, heldur Guði sem miskunnar. Því við erum undir náð Guðs. Guð gaf Ísraelsmönnum loforð, loforðið var háð skilyrðum og loforðið gildir fyrir þá afkomendur Abrahams sem hafa sömu trú og hann. Þá sem eru andlegir afkomendur hans, þá sem hafa trúna í hjartanu. Þemað í dag er gjafir náðarinnar og í Rómverjabréfinu skrifa Páll, sá sem vinnur verk, fær ekki náð í laun fyrir verkin sín. Hann fær það sem hann á rétt á því hann hefur unnið fyrir því. Svo að náð Guðs kemur ekki verkum við. Það er alveg sama hvað við teljum okkur vera góðar manneskjur, við erum undir náð og miskunn Guðs. Og hann dregur línu hvern hann miskunnar sig yfir og fyrir hvað. Sökum þess að við getum ekki unnið fyrir náðinni, þá er náðin gjöf til okkar. Hún er dýrmætasta gjöf sem okkur hefur nokkuð tíma verið gefin. Dýrmætari en öll auðæfi heimsins. Og enn hafa börn heimsins tækifæri til þess að taka sinnaskiptum og verða börn Guðs og systkini okkar í trú á Jesú. Við lifum á tímum náðar, þar sem Guð stendur með opinn faðminn, tilbúinn til að taka á móti okkur.
og ég bið þess að enginn dragi að þiggja þessa gjöf. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.